Sæl elsku amma mín. Hérna kemur smá kveðja frá henni Írisi litlu í Danmörku. Hún situr ein við tölvuna sína og kemst ekki afmæli til ömmu. En ég sendi þér mína innilegustu hamingjóskir í tilefni dagsins og ég vildi að ég geti verið hjá þér. Eins og alla aðra daga, ekki bara í dag heldur alltaf. En það nú svona, þegar maður er orðinn stór og farin að heiman, þá kemst maður ekki alltaf. En mér langar til að segja þér aðeins frá því hvernig mér líður og hvað ég er að hugsa í dag þegar þú ert orðin 90 ára. Mér finnst ég vera alveg óskaplega heppin. Þegar ég var lítil stelpa, þá fékk ég alltaf að koma til ömmu og afa í sveitinni og manni var alltaf tekið með opnum örmum, alveg sama hversu annríkt þú áttir og hversu mikið þú hafðir að gera og hversu margir voru í heimili fyrir. Maður fékk alltaf að koma og alltaf fann maður hversu velkomin maður var. Og svo var bara svo yndislegt að vera hjá ömmu og afa í sveitinni. Það var svo huggulegt og allt svo gott og amma bakaði og amma söng fyrir okkur og amma sagði sögur og afi að sjálfsögðu líka. Og það þessar sögur og þessi söngar sem að ég og öll þessi barnabörn sem við höfum lifað á í mörg ár. Og mér finnst þetta að vera einhver bestu ár ævi minnar. Þaðan á ég mína bestu minningar þar úr sveitinni. Sögurnar þínar og söngurinn þinn hefur haft mikil áhrif á mig og hefur alltaf fylgt mér og ég hef sjálf sungið mikið og sungið þessi lög sem þú kenndi mér þegar ég var lítil stelpa. Og sum lögin eru lög sem að ég hef ekki heyrt neinn annan syngja, nema eitthvað fólk úr fjölskyldun okkar. Og mig langar að syngja fyrir þig í tilefni af afmælinu þínu, í staðinn fyrir að senda þér vellyktandi, að það langar mig til að syngja fyrir þig 2 lög sem að höfðu mikil áhrif á mig þegar ég var lítil stelpa. Annað heitir Ævintýri, en sem að við þekkjum bara sem eitt kongur sem enn títt. Og það lag söngst þú fyrir mig og fleiri með svo mikilli innlifun og svo mikilli gleði og með leiktilþrifum og ég var alltaf jafn spennt yfir söguþræðinum í laginu. Og ég ætla að reyna að syngja þetta fyrir þig. Ég er búin að vera ægilega kvefið og alltaf undanfarið þennan röddin í mér ekki upp að besta, en ég ætla samt að syngja fyrir þig. Og ég vona að hafa gaman af. Eitt sinn kongur sem enn títt, átti hallir og ríki vítt, syni 12 einnig átti hann, ekki skorti því vinnumann. Kongur þessi í heiðri hár, hann var kominn á gamals ár, synir hans voru allir enn, ógiftir og lausamenn. Segir hann þá við sonu þá, sér hver ykkar burt ríða má, burtu konu að biðja sér, best að sjá nú hvernig fer. Þær verða kunna klæðagerð, komið með skyrtu úr bónorðsferð, sem af þeim spunnin tvinnutætt, tóuð og saman, efni saman þætt. Bræðurnir allir búast tá, bestu hestunum ríðandá, fara þeir yfir fjöll og dal, finna ei það sem leita skal.
Yngsta bróðurnum amast við, alltaf hefur þú kotungssið, hleypa í spretti honum frá, hryggur eftir hann verða má. Við hliðin á honum hlegið hvað það nú sem pilturinn sér? Stendur í gullskeið stúlka smá, með stjörn úr silfri hárinu á. Segir hann alveg eins og var, eflaust hefur hann fengið svar, því skyrtuna þarna hún þegar sneið, þótt hún kæmist sjálf í skeið. Fóru þau síðan fljótt á leið, fiðrildi hana dró í skeið, þótt hesturinn færi á harða sprett, hafði pilturinn við þeim rétt. Fóru þau síðan yfir á, illt það nú sem segja má, nykur úr ánni hóf upp haus, sá var nú ekki tannalaus. Fiðrildið varð svo fjarska hrætt, fékk ekki stúlkan við því gætt, að skeiðin litla skektist þá, skullu þau bæði niður í á. Nykursins upp í nös hún datt, nú var drengnum ekki glatt, hélt hann að hann mundi oftar ei, aftur sjá sína festar mei. Í nösina kitlar nykurinn, nú komu meiri óhljóðin, í hnerra með gusum honum frá, hoppaði stúlkan bakkan á. Pilturinn horfði hugfanginn, hækkar í lofti brúðurinn, orðinn eins stór og strákurinn, stakk hún gullskeið í vasa sinn. Á hesti piltsins hald á sprett, heim til konungs og það var rétt, í því koma svo hinir tveir, hver með sína brúði Kóngurinn skoðar skyrturnar, skoðar hann líka stúlkurnar, og segir sá yngsti ykkar á, eftir mig þetta ríkjað fá. Giftingar veisla var þá sett, vikurnar 4 stóð hún rétt, áttu þau síðan börn og búin þessi saga nú. Þetta spennandi saga. Það fannst mér allavega þegar ég var lítil. Eigum við ekki að skála þeim sama? Skál fyrir þér. Nú ættir að vera komin. Það var nú skemmtilegt. En svo var annað lag sem að þú söngst mikið fyrir mig og okkur, og það er bónusbréf eða Sigga litla lambið mitt, og ég ætla að syngja það líka. Sigga litla lambið mitt, láttu mig heyra svarið þitt, viltu nú verða frú, í vor ég ætla að reisa bú. Konu þarf ég fyrst að fá, fallega sem mér líst nú á, hún á vera há, handa smá, hárið jart og augun blá. Hún á að vera hæg og stillt, hugsa ekki annan pilt, vera frá fæti á, fim sem önnur lipur tá. Hún á að kunna klastri sokk, kemba ull og spinna á rokk,
röskað slá, raka ljá, rista torf og garðað sá. Hún á að gangi í hvítum kjól, hvíla sig í ruggustól, syngja hátt, hlæja dátt, heimilið svo verði kátt. En svo segir Sigga: Búforkur ég enginn æski helst að leika mér, bú, hreyta kú, hirðir enginn kona nú. Elsku hjartans amma mín, ég vona að þú eigir yndislegan dag og þið líði vel og ég sakna þín og vildi enn og aftur ég geti verið hjá þér. Þú hefur oft sagt mér söguna af því þegar ég var að fara úr sveitinni til að fara heim til Bolungarvíkur og sat ég á bekknum og var svo leið. Og þá spurðirðu mig: Hvað að Íris mín? Af hverju ertu svona leið? Og þá sagði ég: Mér svo illt í hjartanu, amma. Ég að fara frá þér. Og ég fæ oft svolítið illt í hjartað af því ég svo langt í burtu frá þér. Ég elska þig, amma mín, og ég óska þess að þú eigir yndislegan dag. Bless, þín Íris litla.